Leikir barna og unglinga. Leikur er mikilvægur þáttur í lífi barna og gegnir lykilhlutverki í þroska þeirra. Hann veitir börnum tækifæri til að læra á, kanna heiminn og tjá tilfinningar sínar á náttúrulegan og ánægjulegan hátt. Í þessari kynningu munum við skoða hvað leikur er, hvernig hann lítur út á mismunandi aldri og hvers vegna hann er svo mikilvægur fyrir þroska barna. Hvað er leikur? Í vísindum eins og líffræði og sálfræði eru nákvæmar skilgreiningar til, en þetta hefur aldrei tekist í umfjöllun leik, meðal annars vegna þess að hugtakið leikur nær yfir svo rosalega margt að það er ekki hægt að setja það allt undir einn og sama hattinn. Það segist búið að væflast mjög mikið með hugtakið leikur. En í daglegu máli erum við samt nokkuð sammála að leikurinn er alls konar. Hann er sjálfsprottinn, sjálfstýrð athöfn sem byggist á sköpunargáfu og ánægju. Þetta er ferli þar sem börn rannsaka, prófa og læra umhverfi sitt. Leikur hefur engin sérstök markmið eða væntingar árangur, frekar snýst hann sjálfa upplifunina. Hann er sveigjanlegur þar sem börn geta breytt reglum og hlutverkum í samræmi við sínar eigin þarfir og hugmyndir og þetta er mjög mikilvægt. Hvort tveggja hann hefur ekkert markmið í sjálfu sér annað en að vera leikurinn og að hann er sveigjanlegur. Einkenni leiksins geta verið alls konar, meðal annars að þá getur hann verið frjáls og án þrýstings, börn stjórna sjálf leik sínum og velja hvað þau gera, skapandi og fullur á ímyndunarafli. En í leiknum leyfist börnunum að nota ímyndunarafli til að skapa nýjar aðstæður og hlutverk. Hann er ánægjulegur. Leikur er fyrst og fremst fyrir ánægjuna sjálfa, ekki til að ná ákveðnum árangri. Og svo er hann sveigjanlegur. Reglur leiksins eru oft sveigjanlegar og geta breyst eftir vilja barnsins. Börn læra í gegnum leik. Og það er mikilvægt að setja allt upp sem leik. En leikur er mjög eðlilegur þáttur í lífi barns, jafnvel nauðsynlegur fyrir þroska þess og fæðan sem það nærist á. Börn velja sér yfirleitt leiki sem efla þroska þeirra. Það stuðlar á aukinni færni og auðveldar þeim að takast á við ný og fjölbreytt viðfangsefni. Nám barnsins grundvallast á leik og í leiknum þróar það með sér færni til að halda á hlutum, nota þá, stjórna hreyfingu sínum, þróa samskiptahæfni og skilning á notagildi hlutana. Börn öðlast leikn og færni gegnum leikinn og þróa með sér áhuga sem hefur seinna meir áhrif á tómstundariðju og jafnvel val á starfi í framtíðinni. Í barnæskunni, eða sem sagt eins og í leikskólanum, er mestum tíma varið í leik, en í grunnskóla byrja tíminn að skiptast meira niður í leik og nám. Leikur er mjög mikilvægur hluti á þroskaferli barnanna og hér eru nokkrar meginleiðir þar sem leikurinn stuðlar að þroska. Það er í fyrsta lagi vitsmunalegur þroski, en leikur getur hjálpað börnum að leysa vandamál, þróa rökhugsun og byggja upp ímyndunarafl. Þau læra að skilja orsakir og afleiðingar og eins hvernig hlutir virka saman og síðan styrkja þau málþroska í gegnum samtöl og hugmyndaflug. Það er félagslegu þroski, en í gegnum leikinn læra börn að samskipti skipta máli og hvernig á að deila og vinna saman. Þau fá reynslu af því að leysa ágreining sem undirbýr þau fyrir félagsleg samskipti í framtíðinni. Það er tilfinningalegu þroski. Börn nota leik til að vinna úr tilfinningum sínum. Í hlutverkaleikum geta þau prófað aðstæður og lært hvernig á að stjórna eigin tilfinningum og bregðast við tilfinningum annarra. Og síðan er það líkamlegu þroski. Leikur sem krefst hreyfingar, styrkir vöðva, eykur líkamsvitund og bætir jafnvægi og samhæfingu. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir fín og gróf hreyfingar. Leikur á mismunandi aldri, en leikurinn breytist að sjálfsögðu eftir aldri barnsins. 0–2 ára þá byrja þau á einföldum könnunarleikjum þar sem þau kanna hluti í kringu sig með snertingu og skynjun. 2–4 ára fara þau að taka þátt í þykjustuleikjum þar sem þau herma eftir aðstæðum úr daglegu lífi. Þetta er aldur þegar ímyndunarleikurinn er ríkjandi. Og 4–6 ára börn taka þátt í flóknari hópaleikjum og hlutverkaleikjum með öðrum börnum. Þau fara að fylgja reglum í leikjum og taka þátt í skipulögðu leikjum. Hvers vegna er leikurinn mikilvægur? Hann er ekki aðeins skemmtilegur, heldur hann einnig ómissandi hluti á þroska barna. Hann stuðlar að heildrænni þróun barnsins þar sem öll sviði, svo vitsmunaleg, félagsleg, tilfinningaleg og líkamlegur þroski fá að blómstra. Ávinningurinn af leiknum er að hann eflir samskipti og félagsfærni, stuðlar að sjálfstæði og ábyrgð, þjálfar sköpunargáfu og lausn vandamála, hjálpar börnum að takast á við tilfinningar sínar, stuðlar að betri líkamlegri heilsu og þróun hreyfifærni.
Samantekt, leikurinn er lífsnauðsynlegur hluti af bernsku og hefur víðtæk áhrif á þroska barna. Í gegnum leik öðlast börn hæfni til að læra, kanna heiminn og þroska sjálfstæði. Það er því mikilvægt að skapa öruggt og skapandi umhverfi þar sem leikur fær að blómstra bæði fyrir andlega og líkamlega velferð barna. Takk fyrir.